I swear. Já, komið sæl. Það háþrýstisvæði statt hér rétt norður og austur af landi og það ætlar að stjórna veðrinu hjá okkur núna helgina og aðeins fram yfir helgi og fáum því svona bara ágætis helgaveður, það verður allan að stilta mestu leyti og úrkomur lítið en kannski hitatölur orðnar nokkuð haustlegar. En við sjáum bara ef við keyrum hreyfimyndina að staðan hvað okkur varðar breytist nú ekki svo mikið til morguns. Við erum með hæðarhrygg sem teygir sig hér til suðausturs frá Grænlandi og loftþrýstingur ætlar að verða og yfir 1030 millibörnum sem nú í hærra lagi getum við sagt og gefur því af sér þetta nú svona þessa fínu haustdaga núna. Og það er líka kalt loft hér norður af landi og svo sem ekki mikla hreyfingar á þessum loftmössum til morguns. Skríður svona hlýraloft aðeins til norðurs og svo sækir kalda loftið að okkur þá og fer að gera það svona frá og með sunnudegi en síðan meira þegar komið fram yfir helgi að þá ætlar þessi kalda loftmassi hér norður í hafi að taka á rás suður eftir. En svona nærmyndin að þá sjáum við hér stöðuna klukkan 18 og svona skýjað mestu leyti hér sunnan til og einhverjir bakkar sem voru hér rétt úti fyrir en bjart veður fyrir norðan og við sjáum að það er nú svona þessi úrkomu blettir geta gefið eitthvað á sig hér vestanlands og sem og hér allar síðust á landinu en það ætlar að verða nú svona þurrt að öðru leyti og geti jafnvel verið bjart veður á köflum á norðaustur og austurlandi á morgun og hér með stöðuna þá klukkan 15 við sjáum svona daghitatölur nú svona almennt séð á bilinu svona 6 til 10-11 stig og einhver úrkomi í þessu sem nú fyrst og fremst að reiknast þá hér yfir sunnanverðu Vestfjörðum þegar hér komið við sögu en það er ákaflega hægur vindur í þessu öllu saman en svona aðeins komið hér suður fyrir land og þá verður vindáttinu austlæg og þessi aðeins gjóla þar en svo sem breytist ekki mikið hjá okkur þegar líður á helgina. Við erum hér með þá aðfram á sunnudags dregur aðeins fyrir norðan til og getur gert einhverja úrkomu þá þar fyrir part sunnudags en ætlar að létta til þá hér sunnan til á landinu og vindátt kannski svona aðeins að verða meira norðlæg og það hefur náttúrulega áhrif á hitatölur þegar framlíða stundir og væntanlega muni hitatölur fara nokkuð dalandi hér á næstu dögum en við sjáum til hér að þetta er komið undir 5 stigin á Raufarhöfn en fáum nú svo sem ágætist daghita hér sunnan til þá síðdegis á morgun þetta 10 til 14-15 stig sjálfsagt og síðan ætla nú svona þetta róleghita veður að halda velli fram á mánudag þegar enn svona tiltölulega hár loftþrýstingur bjart veður víða land á mánudeginu nema vera skildi hér allra síðst og hitatölur svona nokkuð svipaðar við getum sagt þetta verði á bilinu 5-10 stig helst að sjá það ekki úrkomi hér allra síðst en svo líða fram stundur þau eru komið síðan fram yfir helgi á þriðjudag þá verðist nú þessi norðanátt þetta kalda loft að fara að sækja ykkur alvöru hér suður yfir landið og það mun svona bæta í vind og úrkoma norðan til þegar líður á þriðjudag og útlit er að þessi norðanátt hún verður svona viðvarandi allan að fram á föstudag eða jafnvel aðra helgi. En lítum þá aðeins á stöðun út í heimi og það er ágætisveður hér í sunnanverðri Skandinavíu, hitir svona 15-20 stig þar og einnig sólríkt víða hér í Mið-Evrópu þar sem að hæðarsvæðis nýtur við. En skúralega hér bæði í Grikklandi og Tyrklandi og við sjáum þegar við förum aftur vestur eftir að þar eru mikla skúradempur á ferð og jafnvel þrumuveður og það við Portugal og Spán sem og vesturhluta Frakklands. En á Kanaríum svona ágætisveður á morgun, hitatölur svona eins svipaðar hafa verið að undanförnu en í Norður-Ameríku þá
erum við einmitt með skúraleiðingar í Klettafjöllunum sem og sumstaðar hér við suður við Mexíkóflóa. Við skulum láta það gott heitið að vera í dag. Verið sæl.